Teija Nei, ég ætla að segja, ert inn á Teija? Nei, já. Ég á leiðinu á okkar núna samt. Flott, stopp, ekki byrja að hlusta þáttinn Nei T-E-A.is Greiðslulausnir, einfaldaða málið Fastverð, farið viðskipti Já, fastverð, það er líkilpunkturinn hérna Það er þessi áhættustýring, þú veist að hverju þú gengur hjá Teija Svo er ekki eða tími að vera að bera saman einhverja þóknanir á einhverju bulli eftir gjaldmiðlum og gengi og útlendingum T-E, það er svo T og svo Y-A, það er svo Teija.is Það er heitt í dag að vera líka með vefverslanir og ef þú ert með vefverslun, heyrði í Teija Strax integratið er, hvað myndur þú segja á skalum 1 upp í 10 erfitt? 0 nákvæmlega 0 farið inn á teija.is netspjallið, gott viðmót líka skiptur öllu máli Heija og þá hérna og ég segi honum bara fokk nei, erum við byrjaðar eða? Nei, já. Þarna byrjum við Já, ok Nú erum við byrjaðar Já, við klárum þetta setna það er bara í góður Það er allt gott sem endar vel Hvað er að skýra hérna þátt? Ég var búinn að skrifa pay me bitch Er það? Er það á hart eða? Nei, ég veit ekki, ég er alltaf í vesinni með að finna nöfn á þættina sko Nei, Þannig að það er bara fínt að þú sett komið með nafn á þetta núna Pay me bitch, ég ætla að skrifa þetta niður hérna Já, pay me bitch Síðasti þáttur sko, ég er alltaf með hérna bara inn í notes hjá mér Já Síðasti hétt Summer is a hell of a season Já, þú lætur mig aldrei vita þessu Nei, svo var annars ég Dr. Pipar Ömuleg vika, Raki og móða í gluggunum Það var þarna ábendingin sem bast hér upp í Urriðarholt Svolítið Raki í gluggunum hjá þér Hetjan á nesinu Það var þarna þessi Arnar af Áltanissi sem að var Alveg rétt, já Alveg keksruglaðintak Og fólk var að ruggla þá þér og honum og læknisleiknum og þetta The Welding, það er gott nafn The Welding Já, neða, var það ekki hérna Kók, nei, beti, hvað var það aftur? Það er kaffi hans Lárus Veldings Mér minnir að vera 200 espresso og Diet Coke Og Diet Coke, já ekki blanda saman Þið heyrið það, kæru hlustendur Það er létt yfir, hérna upp í Seðlabanka Kópavós Það eru Addi og Iddi sem heils ykkur Pingjan hefur hafið göngu sína þennan föstudaginn Strax að sem þætti, loknum Þá þökkum við Öskju fyrir samstarfið Já Við tökum smartinn Já Og rúllum í hinsta sinnir og jómfrú Já Skiljum hann bara eftir Það er nákvæmlega það sem við erum að gerast Það er bara, þannig virka Og við færum okkur yfir í henta Bílalegu Askja búin að vera með okkur lengi Rekstralegu segi Nú er smá frí á okkar samstarfi Já En hendar, Yngvi Þú lokaði samstarfinu með að skrifa undir 3 ára samning Já, og ég hef fettis fyrir gömlum fylkismönnum Óli Stíks, legend í Árbænum Legend in the game Já, hann var þarna og ég var bara samilegt hattur okkur á káringum Gerði það verkum og ég sagði ég fyrir hendar, það hendar mér Svo rúlaði ég inn á Jómuna Já, auðvitað 2 Carlsberg bara strax, fyrsta pöntun áður fær borð Og 2 Carlsberg, 1 fyrir mig 1 fyrir þig 1 fyrir Óla Stíks, jafnvel Kannski 3, nei, byrjum á 2 Já Og hvað förum við svo, það er ekki jazz í dag Já, það er alltaf 2 Carlsberg, alltaf 2 Það er ekki jazz í dag, nei, það er rétt hjá þér Jazz um helgina Það er jazz á morgun En veistu hvað er agút í dag? Nei Það er að byrja að bóka fyrir jólin Agút? Já, bara agút, þetta er agút, þetta þarf að gera strax Já, það þarf að gera strax Segir maður það ekki, agút, A-G-U-T En það er Kristján Stefáns kvartett á morgun, á jóminu Á morgun, já Það er nú spáð ágætis veðri sýnist mér Ég myndi sko, ef þú ert að fara inn á Jómfrúna núna að bóka þig á morgun það er bara þeir sem eru á póstlista í Jómfrúnni þeir fengu bara þá meldingu beint í ær bara beint í smettið, bara byrjað að bóka fyrir jólin og þau eru ekkert að grínast þarna niður á Jómfrúnni Og það er komið ný dagsetning á hvernig jólin byrja Þau eru bara búin að setja 7. nóvember Þetta er svolítið skemmtilegt, það er bara jólin byrja 7. nóvember Flestir svona leiðilegustu menn landsins tengja alltaf við aðventuna Skemmtilegustu menn landsins og viðskiptalífið Jólin byrja 7. nóvember Ætli að sé þá sem að túbordagurinn er það? Nei, það er alltaf 3. held ég Nei, ég held að það sé nú í kringum 15. svona meðan mánuð Er það ekki? Já, ég held að Það heitir það túbordagurinn Já, við tölum ekki túborg hér Nei, Carlsberg Carlsberg léttöl 0,0% á pinginu 1 fyrir mig, 1 fyrir þig Rétt Herðu, ég vil líka koma inn á Ef þú ert einn á ferð, þá drekkur bara 2 Eða, það sem ég mæli með Að bjóða einhverju random Já,
algjörlega. Herru, ég vil koma inn á Simon Pay líka. Það aðgangsstýring sem höfð í hávegum þar. Ytti kemst ekkert upp með neitt kjaftaði hér. Nei. Það fjármálastjórinn Arnar Þór Ólafsson sem hann setur limit á Yttan. Hvað limitar mig á Jómunni? Ég myndi alveg, þú veist, ég veit hvernig þú ert. Ég myndi setja 20 kall. 20 kall, ekki meira það. Þú átt mjög auðvelt með að fara að spandera yfir það. Veist hvað ég myndi gera þá? Ég gef út að þið kort fyrir, á 50 daginn, ertu ekki á 50 dögum yfirleitt á Jómunni? Jú. 20 kall, rennur út á miðnætti. Já, ekki sekúndu lengur. Ég ætla að segja hvernig ég ráðstafa því. Þá fer ég í 2 hálfar. Það svona 5.000 kall. Ég tek rækjupyramída og uppáldið hans Jakob sem grafinn lax. Og svo held ég myndi kaupa 4 Carlsberg. Já, 4. 1 fyrir mig og 3 fyrir einhver aðra. En það alltaf ekkert mál að sleppa jómfrúnni fyrir undir 20.000 kall en svo myndi ég... Þú ert kaupandi ágavíti fyrir alla þarna. Já, það var síðan resti. Ég myndi setja restin í ágavíti en bara upp á 20 kall, þannig að þetta góð nýting. Þið heyrið það farið inn á Simon Pay. Hugsaði líka hvað sniðut núna. Þú getur tímastýrt, sko. Heyrðu Arnar, við erum að fara markasteildin hjá Simonum, Pay. Fara á Jómuna, ekkert mál. Þá tímastýrir þú kortin á það á milli 11 og 1. Og þegar þú veist ef þið ætlaði að fara í einhverja vitleysu eftir 1 þá það í reikning sko. Síminn tekur ykkur fram að 1. No can do. Það bara þannig Síminn, þetta Simon Pay. Þetta undur fyrir fjármálstjóran. Kynnið ykkur þetta. Sorry, ég alltaf að grípa frá mér, ég svo peppar. Hvernig verður kveðjuhátíðin hans Orra Hauksson upp í Síma? Hann alltaf komið nýr forstjóri. Ég veit ekki, það verður sett eitthvað limit á einhver kort. Maja Menskjælingur, ég á meðan ég með. Já, það? Já, þetta ég kemur frétt hana. Emmi-ingurinn sem að feta feta hvað? Feta hinn gullna stiglaun þegar. Hún komin á toppin, hún komin í forstjóraklúbin. Ferðið ekkert mikið herra. Þú sé ekki komin lengst á okkur sem vonum hérna. Komum inn á það á eftir. Heyrðu, það stappaður þáttur hjá Pingjumönnum í dag. Þú ætlar ekki að gefa henni... Já, færum sjáta á eftir. Já, og það jafnvel að við hendum í... Voru ekki aðri forstjóra? Jón Björns? Jú, það er... Sorry. Don't steal my thunder hérna. Það er nóg að fara yfir úr liðinu viku. Sko, en það staffullu þáttur eins og ég segi, fréttir vikunar, við erum með fyrirtæki til sölu. Við erum með long og short vikunar líka. Já, nýr liður í bóði Hafsins. Nýr liður, já. Þeir eru orðin svolítið viðskipta þengjandi eftir að vera með okkur í samstarfi. Þannig að þeir vilja vita bara hvert fer í long í vikunni og hvar í short. Viltu að ég taki það bara strax eða? Já. Ertu með eitthvað svona money? Já, ég get nú notað hérna bara... Setta á einhvern alvöru peningabetta fyrir hafið. Já, það rignir inn kúnum. Sko, ég með lagið hérna... sem ég nota alltaf fyrir auratalina money já. Nú man ég ekki hvað það heitir sko. Ég byrjaði bara, ég ætla að finna það. Ertu að tala með ABBA? Nei, það money Sett á það, notum það frekar. Ég er alltaf klár í það sko. Já, ég er með hitlagið vistað á hérna It's a rich man's world. For the love of money For the love of money, já. Má sjá. Þetta góðu betti. Work all day to pay the bills I have to pay. Ain't it sad? Herðu, ok, þessi ég að missa þetta úr höndunum á mér. Ég þú líki svona söngadótt. Herðu, hafið long, viltu giska? Hvað væri þú long þessa vikuna? Ég væri langur skarkóli, sko. Skarkóli? Það ekki? Nei, rækjutakó. Ok. Lang rækjutakó. Það að besta sem þú færð þessa vikuna að fara og eiga alltaf frosna rækjur í fristinum og þetta eitthvað sem þú getur riggað upp því að málið þú ert með rækjur þú veist hvernig þýðir rækjur, frosna rækjur þú situr þar undir kalt vatn og það þiðna á svona 5 mínútur það er mjög fljótt það er ekki mælt með þessu með kjúkling og öðru en þú ert að kaupa rækjur, frosna í pókum alltaf auðvitað í fristi, ef nennir ekki út í búð long rækjutakku eða annað, ég meina rækjur og hrísgrjón og þetta er heldur gott short vikunar Hvað er það að gera? Bara hækka þessi Short Það er unni nautahakk Við erum short unni nautahakk Já, það er alls konar fokkin skýtur Ég held að fara í brefin Nei Það var að taka matvæli Já, þú veist, við erum long og short eitthvað innan hafsins Við erum short unni nautahakk Það er enginn að fara að kaupa nautahakk í dag Því að fiskur er heilvænleg matvæli En ég meina, hvað er Og alvöru væl núna Auðvitað eru orðið frítt að fá mat í skólunum og svona
Hvað er fyrsta sem gerist? Það bara keypt eitthvað ógeð sem eru unnar maturur og endilega ef þið eru að kaupa inn mat fyrir börnin ykkar kaupiði Það ekkert unnið í hafinu Nei, reynið að kaupa fisk óunnar kjötvörur og fleira og við erum short unni nautak þessi misserinn Ég myndi samt ekki leggja stóra stöðu á gagvart SS en við erum short unni nautak Þakku fyrir þetta, hafið Ertu ekki alveg með þetta? Ertu búinn með liðina? Já, ég er búinn, þetta bara svona stutt og laga En veitu hvað long þá? Rækjutakku Long rækjutakku Kaupa frosna rækjur í hafinu Nei, ándjóks, þegar þú stendur þarna býður öð sem er yfirleitt mjög skömm þá eru kælar sikkur með við algjörlega og trendi í dag er að taka með sér rækjupoka til að eiga í fristinum og ef þú ert einhver tíman bara koma heima af einhverju fyllir í eða að fá fólki mat spontant Það er heldur síðan sem ég myndi að hugsa ég var að koma heima af fyllir í að fá mér rækjur sko Hæ? Þú ert bara, ég er early trend sko, þess vegna er long Við förum bara aftur yfir í take 5 hérna Já, þannig að ætla þú þá að fara yfir í Þá ætla ég að móka mér yfir í fréttir vikunar og við byrjum náttúrulega að sjálfsögðu á stórfrétt vikunar beint úr fjármálaráðuneytinu nú hefur dýralæknirinn og fjármálaráðherrann Sigurður Ingi hann hefur kvittað undir útgáfu kynjað skuldabréf upp á 7,5 milljarða króna og þetta var auðvitað gríðarlega mikilvæg viðbótin í skuldaflóru ríkisins sem stendur og ég ætla að gefa þeim það þetta er nú með því frumlegra sem ég hef séð frá þeim Það er loksis komið munur á kúk og skít Það er kynjað skuldabréf Og já, þú ælir yfir skítin eins og einhver sagði ég hef ekki hýrt En þetta er þetta er fyrsta skuldabréf sinna tegundar í heiminum Var það samt rétt? Og líklega síðasta ef þú spyrir mig sko. En já, það er fakt sko. Það er verið að starra sig að því Og Hvað heitir þetta? Gendered bonds eða? Já, þetta fellur undir flokkin svona, hvað heitir þetta? Svona félagslegt sko. Já, ok, sorry. Ég man ekki Gender bonds, a toolkit for the design and issuance of gender bonds. Ég held þetta falli undir flokkin félagsleg skuldabréf sem að, þú veist, er eins og sustainability og að, þú veist, sjálfbærandi skuldabréf, græn skuldabréf og þú veist, allt þetta. Og þú veist, eins og ég segi, þau eru orðin ansið frumlega í þessu og nú er bara hægt að þér virðist að bæta við hvaða lýsingarorði sem er fyrir framann orðið skuldabréf og réttlæta þessa uppsöfnun skulda. Þetta er náttúrulega ekkit annað heldur en bara einn skuldin sem er að koma þarna inn. Heitir þetta ekki að setja varalit á svínið eða? Ég hef ekki heyrt það, en er talað um það? Já, þú veist, þetta er sami skítur sko. Þetta er skuld, það er bara að vera stofnandi skuldar en þarna á að reyna að láta hann að líta út fyrir að vera eitthvað næs Til að fara aðeins nánar onni í kjölinn á þessu þá kemur fram hérna í tilkynningu frá stjórnarráðinu kynjað skuldabréfið er spennandi viðbót við sjálfbæra fjármögnun ríkissjóðs en fyrsta græna skuldabréfið var gefið út fyrir á þessu ári Með því að vera fyrst ríkja til að gefa út kynjað skuldabréf eru Íslands stjórnvöld að nýta leiðandi stöðu okkar í jafnréttismálum á alþjóðavísu og setja mikilvæg fordæmi fyrir önnur ríki með nýrri aðferð við að virkja fjármálamarkaði og opinber fjármál til að stuðla að jafnrétti kynjana. Og þú veist, ef mannréttindastofnun var ekki nóg, þá bætist þetta við í vikunni. Já, akkurat. Og ég enda að sá það með þessa mannréttindastofnun, það hefur verið að veita þeim alls konar viðtækar heimildir til eftirlits og ég veit ekki hvað og hvað með stofnunum og varstu búin að sjá þetta? Já, þetta er bara Hvað voru þetta mörg lög sem voru keyrð í gegn þetta einni helgi? Ég veit, var ekki 60? Það var talað um allavega 60 frumvörp eða eitthvað Ég skil bara ekki hvernig íslenska þú veist, hvernig Alþingi operator Af hverju ekki verið að taka þetta Nei, ég held að sé bara case by case yfir veturinn Já, ég held að þetta sé bara þar eins og með allt bara öllum vinnustöðum Þú veist, það er tekin bara eitthvað svona keyrsla undir lokin, skilur sem er svo óheilbrigt Ég held að þetta sé bara mannlegt eðli, sko að einhvern veginn fresta hlutum og keyra þetta allt í gegn svo á stundtíma, sko Veistu hvað þyrfti að komast núna inn á þing og svona aðeins að peppa þetta lið? Hvað segirðu? Veistu hvað þyrfti að koma þarna aðeins peppa þau? Vigni Bolla Já Við erum með viðtal við hann eftir 2 vikur Já, líklega eftir 2, frekar en eina en og Líf Kíró er bara rekið Það er life changing eins og einhver samsteypa og þá á ég ekki við að rekið eins og skel Já, þá á ég ekki við að illa sko, þú veist maðurinn er fokkin metnaðarfullur og skipulaður upp á það hvernig hann rekur þetta og það eru mælaleg markmið og korter, viku Ég raun á að segja að þetta sé rekið á sömu hugmyndafræði og skel
Já, eða þú veist, þau fara inn á sama tíma í þessa hugmyndafræði sem að kemur bara í ljósi í viðtalinu. En þú veist, þegar þú tekur þetta saman, þegar hann að segja við erum með vikulega fundi, þess að við förum með markmið, ársfjórðungsleg, hvernig þetta sé niður á þingi, sko? Já, það ekki svona. Heyrðu, erum við ekki bara að fara að húrra öllu í gegn síðustu helgina, bara hleypum öllum skítnum í gegn? Þú fær þetta, ég fær þetta. Það var dálítið svoleiðis ára yfir þessu. En allavega við getum hvað hérna, ef þú væri núna stærst okkur af því að við hefum fyrst að kynja skuldabréf heims. Já, ef þú væri markastjóri í einhverjum banka í dag, væri þú ekki núna kynna til leiks kynjaðan yfirdrátt? Já, þú veist, ég finna það er ekkert því til fyrirstöðu að því er verið að gefa út þannig vörur. Má bjóða þér kynjaðan yfirdrátt, hann ennþá 18% vöxtum en já. Eða kynjaðar millifærslu. Vörur að því að þú veist þá er í rauninni bankin að Já, ég meina hvað er langt í að við fáum kynjað íbúðalán? Já, þú veist, hvað veit maður, skilur ég. Og hvernig eru kjörin? Það er bara eins og hitt, 10% overtryggt, 40 ár. Þá er viðskiptagefurinn, þú veist, í strangt í tekið að gefa út skuldabréf, sko. Þú veist, þannig að þá væri viðskiptagefurinn að skuldbinda sig til að ráðstafa þeim pening, láninu, í kynjuð verkefni, eða græn verkefni. Þannig að, þú veist, þetta er... En ég meina samanskapi, er ekki ríki eins og þarna, með því að gera þetta, þá er það að segjast alltaf að setja ákveðin pening af því sem kemur til í kynjuð verkefni. Það kemur hérna fram, sko, í tilkynningunum líka sem ég fór reyndar ekki yfir kynja skuldabrif, þau segja hérna fyrst og fremst erum að ræða ráðstafanir sem ætlað að tryggja konum og kvárum í viðkvæmri stöðu félagslega þjónustum og viðunandi lífsskilyrði og svo ráðstafanir sem eru til þess fallnar að draga úr byrði kvenna af ólaunuðum heimilis og önnunarstörfum. Þannig að hér er verið að taka þriðjuvaktina inn í dæmi. Bara algjörlega ómælanlegt markmið sett fram. Það er einmitt góðu punktur, þú veist. Sem segir manni að þetta er bara eitthvað bull út í loftið, en hérna, það skiptir ekki máli. Þá er að ráða með til netgíró, kynjuð greiðsludreifing. Hvernig lístur það? Nú er ég að slökka á indanum hérna. Við skulum færa okkur í... Pay now, gender later. Við skulum færa okkur í... Gender now, pay later. Þetta sjáu það. Herðu, sko... Eitthvað fleira, skemmtilegt. Apple Pay later. Manstu þetta þessu? Já, voru þeir ekki að offa þessu? Jú, við vorum að velta steinum með þetta í fyrra, því að, sko, þetta er í mars í fyrra, þá... Þetta er bara sam og netgíró? Já, nei, í raun ekki, eða sko... Jú, þetta er sús kresa, borga... Jú, en þú veist... Greiðsludreifing og... Ok, sko, þetta er í mars í fyrra, það sem Apple tilkynir, þarna, þessa vöru, Apple Pay later, og eins og ég sagði, við vorum eitthvað svona velta vöngum yfir í hvernig þetta myndi gangu upp, því að lausnin var þannig að þú gast sótt greiðsludreifingu á 50 til 1000 dollarum og þar gastu skipt upphæðinni niður á 4 greiðslur yfir 6 vikur eða eitthvað, svona max, og það vaxtalust. Já, þú veist, basically vaxtalust og engin auka gjöld eða neitt. Það er þá til nýbreytni. Og þú veist, netgíró, ég náttúrulega þekki ekki nákvæmlega hvernig það fungerar, sko, en þú veist, eins og þú veist, það sem Apple er að gera núna, þau eru að loka þessari þjónustu og að því virðist vegna þess að þau eru að fara að reiða sig á þjónustu þriðja aðila sem er fintech fyrirtæki Affirm. En það var líka annað í þessu, það er á því að reglugerðin fyrir þetta að breytast. Að sem sagt þessi fyrirtæki, buy now pay later fyrirtækin, þau eru að falla undir sama regluverk eins og kreditkortafyrirtæki. Þannig að menn eru búin að vera short PayPal og fleiri af þessum fyrirtækjum út af því að það er að aukast núna upplýsingagjöfin sem þau þurfa að gefa frá sér með lánin. Þetta er búið að vera á grára svæði. En þú veist, það er hluta þessu og mér skildist að því sem ég las að Apple bara, heyrðu, ok, við erum ekki að fara dett inn í þetta. En þú veist, það sem er að gerast allavega er að núna mun Apple í staðinn fyrir að vera sjálft í þessu, mun þeir beina viðskiptum bara til þriðja aðila sem er Affirm, þú veist, einhver samningu væntanlega þarna á milli. Þú veist, ég held að þetta sé bara flott skref, ég trúi því að, þú veist, Apple á ekki að vera í þessu að mínum mati, bara einbytta sér af ráftækjunum. Mér finnst Apple vera dálítið desperate í að koma sér á aðra markaði núna. Vorum við ekki með frétt bara núna daginn? Hvað, þeir voru að beila á einhverju? Apple? Þeir voru búin að eyða sko $30 milljörðum í R&D á einhverju. Var það ekki bílarnir? Jú, það var bílarnir. Var það ekki? Já. Jú. Þú veist, ég veit ekki. Það er svo sem kannski myndi meika meira sens en þú veist, fintech, Apple, Já, það er fleira. Það er alveg talað um að Apple, það er mikið stefnubreiting núna sem að sögulega hefur verið frægt fyrir bara
setja öllu IP sjálf, byggja allt frá grunni að hérna núna eins og voru að gera samning við OpenAI með Siri. Já, vissulega. Siri, má segja hún sé heimsk. Það sé loksins búið að viðurkenna það að hún náði aldrei. Her IQ went up núna. Já, og þú veist, það var til marks nýbreytni þar. Það var ekki, nýbreytni. Og mér finnst það alveg mega sens að Apple fara að setja pening í gervugreind, sko. Já, en þú veist, þeir eru búnir að vera að þróa Siri frá grunni í 10 ár en núna er offísiali bara gefast upp á að gera það sjálfur og er að outsourca þetta í þriðaðala fyrir fyrirtæki sem er held ég þriðja stærsti heimi að market capi þá er það bara að heyrðu ok, þeir eru bara svona, þetta er ný strategía, þeir eru byrjað að útísa freka verkefni sem að og það er vissulega sama og þeir eru að gera hér en vissulega verður þetta ekki lengur undir merkjum Apple á meðan að Siri verður ennþá undir Apple sko, en ekki gert in-house frá grunni sko. en já, þeir hættu með þessa bíla og núna þetta og þetta er svona, þú veist, svo sem eðlilegt bara fyrirtæki sé að prófa sér áfram í hinn og þessu sko, en þetta er kannski svona svo segir að setja 30 milljarða í R&D á einhverjum bíl og var ekki það var að tala um $30 milljarðar já, ég man ekki nákvæmlega upp að sko þetta var alveg slatti þetta var alveg hellingur sko rétt en Google eru náttúrulega frægir fyrir þetta hvað segirðu? Google eru frægir eins og bara með svona offa-verkefni sko þeir hafa tekið fyrirtæki sem kannski bara velta 2, 3, 4, 5 miljardum og bara herðu, ok, þetta er ekki að hitta í það er hérna það er bara ég held að setja síða sem að heitir hérna Google Funerals Project eða eitthvað, ég skal finna það hérna herru, djöðlega það sniðut já, ég skal finna það meðan hátalar herru, Graveyard, já næsta frétt, við langaði eiginlega setja bara á þetta lag hérna ég veit að þú eru ánægð með það herru, hérna, það heitir killedbygoogle.com þetta er það Google Graveyard þetta er listi yfir öll verkefni sem Google hefur tjekkja á því sem sagt offað og hérna þú þekkir þetta When Jesus walk herru ertu tilbúinn? Er þetta að gleðjast yfir kippa í Google? Take a fucking bow, Jón Björnsson hann er á leiðin á launaskrá núna maður og þetta er svakalett hann er bara í forstjóra klúbnum já, þetta er bara, sko núna, fyrir ykkur sem ekki vita náttúrulega á allur markaðurinn að vita þessu en Jón Björnsson er að taka við forstjóra stól Veritas sem er risabatteri, það er ekki allir sem vita endilega hvað Veritas er, sko nei, minnst það svona stolti low profile með hvað það er stórt já hvað segir þú? Ég hugsa alltaf um Boondock Saints, Írana sem voru að drepa hérna alla Manstu ekki að því eða? Nei Hefur aldrei séð Boondock Saints? Nei Þú veist, það er bara það sem ég hugsa sko okay. Það á ekkert við sko nei, ok Jón Björnsson er ekki að fara að drepa neitt nei en hann er að taka við forstjórastól Veritas í lok ágúst sko, Veritas, eins og ég segi þetta er risa samstæða, eru með 5 dótturfélög Artisan, Distica, Stóð, Metor og Vistor og þetta eru, fyrir ykkur sem ekki vita veist, þetta eru öll fyrirtæki svona í heilbrigðisgeiranum Livia og Stóðtækja fyrirtæki þannig hér, sko, ef mér skjáttlast ekki er Jón Björnsson að feta óþekkta slóð en eina óþekkta slóðin hjá honum, hér bætir hann enn einni rósin í hnappakatið ræðst á nýjan vettvang þetta er orðin helviti viðtæk reynsla hjá kallinn hann er Jack of all trades eða þú veist, hefur hann verið í þessum geira? Lyfjageiranum? Eða þú veist, þessu sko, hann var í hérna kjötbyxinu og hagkaup svo fór hann út og var í hérna danadraslinu sem að þú þólir ekki já, þú veist, maðurinn er hann er stjórnarformaður svo var það Krónan þóli ekki, hvað meina ég er bara grillir ég meina, maðurinn stjórnarformaður hérna Bröð og Kó og er í hérna Dropp og þú veist rétt þú veist, hann er í öllum geirum einhvern veginn hérna, mannst ekki eftir þessu þetta eru bræðurnir sem er að drepa alla Írar í New York og þeir eru með tattúi Veritas á hendinni já, þú sagðir Íranar nei, Írar en hérna, sagan segir að Jón þurfi núna tattúa Veritas á hendinni já en sko, þú veist ég held að hann sé bara já, hann var náttúrulega eitthvað í hérna bioeffekt svo það er svo sem ekki neitt tengt þessu sko, held ég en það er nú kannski svona það sem er líkast en þú veist, at the end of the day þá er þetta bara hildsala já. og logistics algjörlega, þetta er logistics sko en þú veist, þetta er svona vissulega nýr markaður já, iðnaður
Þannig að Take a Bow, Jón Björnsson, þvílíkur leikmaður. Já, hvað giskar þú að sé að fara svona aukast mest? Ja, hann náttúrulega að hreiðla til völvuspánu minni síðustu ármót. Var ég ekki með það að hann myndi taka við einhverju innan skel? Já, var það þannig? Já, þú veist. Spáður ekki að hann færi í persónulegt gjaldþrot? Mér minni það. Nei, það gerir ég ekki. Það til ólíklegt. En hvað sagðir, bara hvort það sé einhverja vörur núna sem að hann fer að pumpa út sérstaklega? Ég skal ekki segja til það. Ozempic eða eitthvað svoleiðis. Það Ozempic og reyndir á leiðin á Kínamarkað. Sorry. Já, er það gott bett eða? Eru Kínverjar orðnir nógu feitir sem þjóð? Svona? Já, ég skal ekki segja. Já, þú þarft reyndar ekki nema 1% og þá ertu með stærri markað en Ísland og fleiri ríki, þannig að mögulega. Sorry, ég var að lesa, hvað sagður? Já, þú veist, upp á Kína, ég var svona að setja hlutin í samhengi fyrir sjálf mig, að mögulega skiptir ekki máli að þjóðinu feit, svo lengi sem ákveðin prósenta tikkar í bóksinn. Þetta stór markaður. Það var þetta massin. Heyrðu, hvað næst? Já, næst, sko, það var nú fleiri, náttúrulega eins og við sögum á hann, fleiri stórar atvinnuráðningar og nú Marja Björk ráðin forstjóri Símans og þetta náttúrulega stórmerkileg ráðning að því leitinu til að hún jafn gömul litanum. Nei, hún einu ára eldri, hún 89. Nú, ok, kom alltaf 34 ára hérna. Já, hún þú varst 34 ára bara í vikunni núna. Já, 35 árinu, þannig að þetta er yngsti forstjóri Kauphallarinnar. Hún í stjórn Kaldalón líka. Já, ég held alveg örugglega yngsti forstjóri Kauphallarinnar frá því eftir hrun. Ég man ekki eftir neinu sungum allana. Nei, þetta svona óstaðfestar heimildir en þegar þú segir það menn voru náttúrulega bara í kringum 30 í þessum bönkum fyrir hrun eins og ekkert verið eðlilega þannig að það bara ómarktækt sko. Hver allir sé þá næst yngstur, þú veist fram að þessu hún 34 sko, var ekki Orri Hauks bara rétt tæplega 40 þegar hann í símanum eða ég að rugla þar? Ég held þú sért á hálum ís ógeðslega hálum ís hann er búin að vera frá 2013 hvað hann ekki 50? Ég veit ekki, ég þekki ekki en ég veit ekki, eitthvað annars sjátt svo náttúrulega auðvitað hann Benni Gísla? Benni Gísla? Hann ekki á besta aldri Já, ég skil ekki segja Þú kallar hann alltaf gamla frat, eða ekki? Nei, það ger ég ekki Nú er ég Djöfull ert alltaf að koma Herri, svo náttúrulega auðvitað líka ekki Jón Þór í Kaldalón Hann hefur nú Já, hann getur ungur Já, herðu, leiðilegt speculation þið bara finnir þetta sjálf leiðilegt speculation en Eigum við ekki að fara yfir í eitt skemmtilegt? Já, eða þú veist bara, ég veit ekki, erum við búnir? Ég vildi bara fjalla, vildið þú ekki koma inn á Marju Björk, hún var með þér hann á Egilsstöðum og... Jú, bara, voru við ekki með óhappy day fyrir hana? Jú, þetta verði að setja á það líka maður maður sé á þetta En hvað, já, þið þekkið sem sagt Nei, ekkert mikið, hún var bara ég með Við vorum reynda full saman í Barcelona núna á sjálfstráðstöfni Hún var fjármálastjóri í Eimskip Já, einmitt, hún náttúrulega ráðin auðvitað frá Eimskip og hún komin í forstjóraklubbinn Eftir að Orri Hauksson saði starfið sinni lausu Hún samt ekki frægasti Egilsstaðabúðin í dag Nei, hver það? Það er frá Egilsstöðum? Já Jesús minn almáttur Já, herru, viltu segja eitthvað meira? Nei Herru, ok Herru, við óskum að sjálfsögðu Marju Björk innilega til hamingju með þetta Já og sömulegis Jóni Björnsinni stórgóða ráðningar þar á ferð Herru, ég var nú bara svona Hefur ekki haldið okkur í klíkunni eða? Jú, ég ætlaði eiginlega bara að koma inn á nýjan samstarfsaðila sem er Apparatus Já, passa og sko, einhverju, Apparatus þeir vilja að þú vitir að þú skiptir máli Já, ok, það er þetta rosalega lína bara svo vitið það og ef þú ert í app-hugleiðingum að stofna þitt eigið app sem er draumur, það er bara draumur frumkvöldsins þá er Apparatus rétti vettvangur fyrir þig þeir eru með svo kallan hönnunasprett sem að er bara þannig að hugmyndin er tekin alveg frá, í rauninni kannski skiptir ekki endilega á hvaða stíi hugmyndin er þegar hún kemur inn en þeir þú getur mætt bara með hugmynd og þeir koma á mappan fyrir þig yfir eina viku í þessum hönnunasprett og allt frá bara í rauninni branding, þú veist hönnun og upp í virkni þannig að sögulega séð þá er hönnun alltaf bara gerir þið ekki bara logo ekki með logo og svo veljið font þau eru roða hrifin af þessi Times New Roman en viðmót hönnun er orðið 1, 2 og 3 í dag á sért með góðan hönnu sem að lappa með þér í gegnum
ferilinn sem að viðskiptöðunum fyrir gegn þegar hann að koma inn í appi og annað. Algjörlega. Og það ótrúlega einfalt að klúra þessu þegar þú ert sjálfur að standa í braskinu. Þannig að fyrir góðan hörnuð og við mælum að sjálfsögðu með Apparatus fyrir appið og þökkum þeim kella bjóðan velkomna í samstarf með okkur. En alhliða þjónustaði appgerð þar. Þá það, ég fekk reynda skít, ég ætla að hætta að standa við lofunum mín í þessum þáttum. Því að ég var búin að lofa að vera með MSG-umfjöllun. Svo fengum við bara drull. Varst með hana? Já, og það var bara drull. Ok. Það kom inn á grúppuna bara, það væri skárra hlusta á Rás 1 heldur en þetta. Nei, trúið því nú ekki. Jú, og ég ætlaði nú að leyfa það liggja, þakkaði fyrir, en svo var einhver annar sem sendi á mig að það væri sniður að hendis út, þannig að ég hlustaði á markaðsmanni. En við kunnum að meta aðhaldið, hins vegar. Þá lofuðum við hérna í síðustu viku að komast að hver væri hárprúðasti forstjórinn í Kauphöllinni. Þú lofaði því og við skulum vona. Og Kári í Kryddinfo, hann sagði þetta fellur mjög vel að öllu sem við erum að gera hvað var að sjálfbærni. Því að í staðin fyrir að fá einhvern svona randomli eins og okkur til þess að þurfa að taka þetta saman með klippara og öðru, að þá alla sjálfbærni upplýsingar bara sjálfkrafa inn í Kryddinfo. Þannig að þú getur flett upp öllum fyrirtækjum, þau eru byrjað að mæla ESG-skorið, menguna og útblástur og svona. Þannig að þú getur farið að fá þessar upplýsingar. Já, þú veist, ef þú ert eigandi fyrirtækis þá þetta bara no-brainer að vera með þetta. Allt frá fjölmiðlavaktinni og upp í ESG-staðlana, sko. Og fyrir svona evil investors eins og okkur, þá erum við að shorta þessar upplýsingar. Já. Nei, ég segi það nú ekki. Já, við erum negativ. En enga síður, þannig að það er bara, þetta allt sjálfvirt inn á Kryddinfo. Já. En við ætlum að sýna ykkur hvernig við myndum gera þetta án Kryddinfo. Þannig að ég heyri Keksa klippara og hér eru topp 5 hárprúðustu forstjórar í Kauphöllinni. Ertu ekki með eitthvað betra lag eða? Nei, þú veist, við getum ekki verið að hafa þáttinn bara allan út í einhverjum, við erum komið 3 lög núna. Svona spesial þáttur, síðast þátturinn í júní, við erum nýbyrjuð að hvað, setja á hairspray eða? Dagurinn í gær var dagurinn sem að við byrjum að fá útborgað, þú veist. Fram á þessum tíma ég með umfjöllun það. Já, þannig að þú veist, þetta stór dagur. Akkur getur við ekki fagnað með nokkrum lögum. Ert þú nokkuð að fara yfir það? Nei, ég ætlaði bara að minnast á það að þú veist, núna ríki búið að taka allt sem það þarf og eigum við örugglega á næsta ári með sköttum og ógeði. En það sem af ári, þá eigum við að geta fengið okkar vasa 27. júní, munið daginn. Heyrðu, númer 5. Já, og ég setja bara hairspray eða eitthvað. Sett á hairspray? Það er frábært lag. Good Morning Baltimore. Ok. Það er engin stemming í þessu. Nei, þú veist, ég meina, hvað viltu frá mér? Sett á I Feel Love með Sam Smith. Ok, I Feel Love Sam Smith. Númer 5. Ertu með eitthvað gisk? Nei, ég fer bara í þetta, annars verður þetta langt. Þetta lagið. Já, þetta er mjög gott. Númer 5. Og ég ætla að byrja á umfjöllunni. Hann sportar líklega þykkasta hári í Kauphöllinni. Og sennilega kallaður Haraldur Hárfagri okkar kynslóðar. Haraldur Þórðarsson, forstjóri Skaga. Já, hann er það er og maður. Og það fylgir með að hann ætti eiginlega að vera ofar. Já, hann er eiginlega bara svona herra Kauphöll. Já. Hann er algjör, sko. Að hluta til. Já. Og manstu þegar við hittum hann og hann bara lóðsa okkur hann upp í fossa og ég gleymi þið aldrei. Já, hann sagði bara, hérna eru 2 litli strákar sem veit ekki neitt. Og ég ætla að leiða á hérna upp í Fossahús. Ég vissi ekki að hann þá var hann framkvæmdastjóri. Þú vissir ekkert hver það var. Þú hugsaði bara, hvað góði maður. Ég hugsaði bara, djöðlega er þetta næs gæi. Tekur í höndin á mig og leiði mig upp í eitthvað gamalt hús sem er skrifstofan. Það er sem hann gerði. Heyrðu, númer 4. Fallegt á honum. Hann er með þetta sem yngri kynslóðin kallar þetta. Sorry, varst að setja hann í 5. sæti? Já, hvað fylgdi, hann ætti eiginlega að vera ofar. Já, hann ætti að vera ofar, sko. Hann er með þetta sem yngri kynslóðin kallar í dag Old Money. Já. Hár í síðari kantinum greitt aftur, maður sér það strax, þarna eru peningar. Já, er þetta Gummi eða? Guðmundur Brím, a.k.a. Gummi Goldilocks. Haldur Hárfagri, Gummi Goldilocks. Ok. Og þetta er eitthvað frá hárgreiðslumanni? Já, Keksaklippara, keksiklippari.is, hann er að klippa þarna í stúdíónu í Volklöf Flögum. Þetta er gott lag. Já, hefur ekki hlustað á þetta? Nei, bara takk fyrir lagavali. Ég með þetta næstu í daglega bara á mig. Maður verður að finna ástina. Heyrðu, númer 3. Hún er nýbyrjuð, en hún byrjar strax með læti. Hún er með gullfallega strípur og krullur. Ekki öll það sem hún er séð. Ég reyndi bætti því við, tökum það bara út, skiptir ekki máli. Herdís Dröfn Fjeldsteð. Það var Sín. Forstjóri Sín. Og hann sagði, hún mætti klippa jafn oft af starfsfólki Sín eins og hún klippir hárið sitt. Nei, tjók, ég var bætið við. Tekur það tilbaka. Já, hún er flott. Hún er nummer 3. Gríðarlega hárfögur.
Númer 2 Rokkandi möllet Líklegast tenging milli hársins og að hætta sem forstjóri Hann kannski á pallbíl í pöntun Það kannski pallbíl í pöntun hjá honum Orri Hauksson, fyrirhandi forstjóri Símans You one and only Ég hefði sett Harald ofar Númer 2, ég reyndar hefði örugglega haft Orra í fyrsta En númer fyrsta kemur eftir svolítið óvart Ég er ekki að segja, ég hefði alltaf haft Orra Sko hann með möllet, þú var áttið að því Já, ég veit það Ég myndi örugglega setja hann í fyrsta seti En ég bara svona sé eftir því að þín vegna að við ekki sett Harald ofar Já, ég gerði ekki lista Nei, ég veit Fínt í keksa maður, verð ekki Sorry Þú er hún dim Ég er ekki keksa Heyrðu, númer 1 Hárprúðasti forstjóri Kauphallarinnar Hann komið með Taper Fade eins og heitast í dag Taper Fade Þetta sama fade og íslenski rapparar að nota Já Við erum að tala Benedikt Gíslastón Bankastjóra Arion Hann hérna Hann hárprúðasti forstjórin Já, hann er með Taper Fade Já, hann er rosa snirtilegur hárið Hann má eiga það Já, bara hugulegur En hérna, ég vissi ekki af þessu og Keksi situr hann í nummer 1 Hann er með Taper Fade, já Googliði Taper Fade Já, ég er að því núna Þetta er svona dálítið Hvert væri við komin ef einhver fær að setja svona stjörnur hérna í nakkan og fleira Það er örugglega ekki svo langt í það Taper Fade, já Þannig að það það voru engin Er það ekki svona flónadæmi eða? Ég þekki ekki, ég veit ekki þessa rappara En það er kannski honorable mention eru hérna Halldór úr Heimum Hann með krullurnar, frægustu krullulandsins Já, come on maður Honorable mention Hvernig endaði hann ekki inni? Annað honorable mention var hérna Nei, það var ekkert annað honorable mention Þannig að þar höfum við það Ég þakka þér fyrir þetta innlegg Já Kannski ég komi nú bara inn á einmitt þetta núna með þú varst að tala að fyrsti útborgunardagur sé í dag eða í gær í rauninni því að viðskiptaráð vekur hérna máls á sko, launatengdum gjöldum á skemmtilegan hátt ég ætti kannski öllu heldur að segja launaflegnum eins og þau kalla það þessi launafleigur sko, þetta er mismunur á launakostnaði fyrirtækis og útborgara launastarfsmanna og birta hérna mynd af dagatali og segja í dag þann 27. júní byrjar starfsmaður í fullu starfi að fá útborgað fyrir vinnu sína og þetta segir í tilkynningu viðskiptaráðs niðurstöður nýrrar úttektar og þetta er náttúrulega ekki fyrsta sinn sem við pingjum en svo sem ræðum þennan málaflokk og það kemur hérna fram í greinu fyrirtæki þarf í dag að leggja út rúma 1.000.000 króna til að greiða starfsmanni 719.000 krónur í mánaðarlaun sem voru miðgildi launa 2023. Eftir tekjuskatt og lífeyrisgreiðslur fær starfsmaðurinn síðan 522.000 krónur útborgaðar bara í sin eigin vasa og umreiknaði fjölda daga fæst niðurstaða að fyrstu 178 dagar þessa árs hafi farið í að vinna fyrir öðru en útborguðum launum. Þannig að fyrsti útborgunardagur er í dag 27. júní sem var í gær og þannig má segja að starfsmaður sem vinnur allt árið hafi einungis unnið fyrir sköttum, réttindum og lífeyrisgreiðslum frá áramótum til loka gærdagsins. Ég held síðan sko ef að skattfylkingin kemst í ríkisstjórn hérna eftir svona cirka ár þá erum við að færa þetta bara fram í vestló bara ágúst Já, bara verslunarmannahelgin þau taka okkur allan júlí bara á einu pennastriki Þetta er magnað að sjá þetta í þessu samhengi sko því að þetta er svona hérna þú veist, átta sig á því þetta er nánast 50% af því sem að fyrirtæki greiða og það sem skila sér svo í vasa starfsmanns og þau hveti líka hérna fyrirtæki til að uppfæra launaseðla svo þessi launaflegur sé sýnilegur þú veist það er ágætis taktík, ég meina hérna, því að það eru alls ekkert allir launþegar meðvitaðir hvað er að fara mikið í rauninni úr fyrirtækinu og hvað lítið skila sér til þeirra sko og ég styð þetta að vekja athygli á þessu og hérna fá þetta kannski bara svona í meðvitun hins almenna launþega. 2 aðra svona myndlíkingar, þetta er kannski 14 til hvers mánaðar, þannig að við vinnum fyrstu 2 vikurnar basically hérna fyrir ríkið eða fram að háti fyrir þá sem eru svona 8-4 og það eina góða sem ég sé í þessu er að hlustun á okkur er mest fyrir háti, þannig að þú getur huggað við það að þú ert að hlusta á okkur meðan að ríkið er að hafa þér helmingin á laununni þannig að það er svona þú getur réttlætt að þannig að það er margir sem gera það þannig verður bara að hlusta þetta er merkileg hérna ábending hjá viðskiptaráði
ég hvet fólk til að fara inn á þessa grein, þetta inn á viðskiptablaðinu og þá getið þið séð þessa mynd af dagatalinu. Þetta er alveg skemmtilegt. Hver er ekki hægt að sjá hvort einhver beri ábyrgð á þessu sérstaklega, var þetta bara gefið út á viðskiptaráði? Þessi ekki Gunni hagfræðingur eða Björn Brynjúlfur framkvæmdastjóri Gunnar Úlfarsson. Já. Er það ekki pingjumæður? Já, Gunni Íkó. Já, það er pingjumæður. Já. Þetta er Gunnar the Economist. Já. Þakka Gunnar fyrir þetta. Þetta er þörf og verð ábending. Já. Leggur baráttunni lið eins og við pingjumæður höfum verið að gera. Svo ertu bara með þingmennina komni í sumarfrí, þannig að það er ekkert að fara að gerast, sko. Herru, en svo er það með dati í hugingvi núna að taka fyrir fyrirtæki til sölu. Já. Við erum með fyrirtæki til sölu gennum kennitalan.is sem að þetta fyrirtæki. Herru, eitt til að koma að. Það er alltaf frítt að setja inn ef þú vilt bara vera inn á síðunni og ná til vettara kaupanda því að það eru að hrynja inn núna kaupendur. Þetta er að mestu eignarhaldsfélag. Það hefur komið mér óvart hvað þetta eru stöndugir kaupendur sem er komið inn. Þannig að það er eftirspurn eftir beint upp í kostnað. Já, beint upp í kostnað. En með það er alltaf frítt að setja inn fyrir fyrirtæki og svo er hægt að kaupa ýmis stóðþjónustöðin svo komast á postlista, fá okkur til að auglýsa í Pingjunni og fleira sem er í bígerð. Þannig að algjörlega. Take it away. Og hér erum við með fyrirtæki sem þetta er dönsk útiæfingatæki og fyrirtækið selur meðal annars hágæða, hjól, göngubretti, jafnvægisbretti og allt undir skrifborð. Og þú veist, það er þessi hreyfing á vinnutíma sem er í stóri uppsveiflu, sko. Og það er tísa aðeins. Þetta er vefverslun og heildsala sem tikkar í boxi á ansi mörgum sem er að leita sér að passive income. Já, og hér eru sterk umboð, þetta er fyrir æfingatæki inn á líkamsræktarstöðvar og heilbrigðisstofnanir, hótel, skip og fleira. Og sko, sölu andvirði lagar sér 8 milljónir og verðið á fyrirtækinu 14,9 og þú veist, svo það sem tekið fram þá er opið fyrir tilboð. Var ekki veltan á bilju 25-50 milljónir? Ég held það hafi verið sett inn. Þannig að, þú veist, ef þú ert að fara af stað og ert með hugmyndað einhverju, þá myndi ég taka þetta og byggja ofan á. Já, ég meina, ekki byrja frá grunni. Þarna fylgja viðskiptasambönd, lager, heildsala og tengingu í póstinn. Verta að skoða þetta, en það er ekki rétt að veltan hafi verið upp að 50, þetta var 2022 í kringum 26 milljónir. Já, eða þú veist, þau eru á bilinu 25-50. Já. Þetta er svona, það er flokkurinn. Það er flokkurinn. Já, þannig að það tekar líka bara í box fyrir, það eru sumir sem að vilja bara fara að inn og kaupa lítið lager. Bara eitthvað sokkalager eða skópör eða eitthvað. En svo í rauninni það sem við sjáum á þeim sem eru skráð síðan sem kaupendur, að þetta er bara fólk í leita alveg rekstri. Þannig að þetta tekar í það box. Algjörlega. Og ef þið eru að hugsa koma ykkur í eitthvað sidekick, þá er þetta eitthvað til að skoða, klálega. Algjörlega, eins og ég segi, þú ert að kaupa líka lager fyrir 8 milljónir, þannig að þú ert að kaupa þig bara inn í, þú veist, það er allt í staðar. Já, operation. Þannig að kíkja á þetta, kennitalan.is. Kennitalan.is, ská ykkur sem kaupendur. Annað, nei, það væri óábyrgt að mér að gera í dag, en ég er nefnilega búinn að vera á söluhliðinni sjálfur, það átti að vera klárast. Það er að klárast í dag. Ég ætla að segja frá því næstu viku. Þannig að þið bara vitið á þessu. Annað, og því að ég hef verið að taka fundi núna með kaupendur sem er að koma inn á Kennitalan, að þá langar mig að segja fyrst sinn, það er mikil eftirspurn eftir rekstrarfélögum sem eru yfir 100 milljónir. Það sem þú veist, þannig að það er það sem vantar inn núna. Vefverslanir, ferðaþjónustufyrirtæki, bílar, þú veist, eitthvað svona, það er margir einhvern veginn að velta fyrir sér að fara að mergja. Ég ætla ekki að segja frá því, það er eftirspurn eftir ýmsu ferðarþjónustu og það sem ég hef heyrt af minni kaupendum, minni spámönnum sem kom inn, það er eftirspurn eftir bloggsíðum, hverjar sem það eru, sem er þá sem sagt upp á það að koma inn annarkvort auglýsingamiðlum, fara að selja eigin vörur í gegnum bloggsíður eða einfaldlega bara skrifa eitthvað skemmtilegt sem að hefur gengið, þannig að þið vitið að því svo er þetta bara að aukast dag frá degi. Ekki spurning. Tjekkja á því. En hvað er til ráða? Ég er með fleiri fréttir líka. Ég byrja að regna í bíó. Nei, ég ætla að koma aðeins inn á ég er með smá Nvidia þegar við greindum frá því í síðustu viku að Nvidia væri orðið að verðmætasta fyrirtæki heims. Já, við erum í covered calls þar, en það ekki? Jó. Við erum að taka nokkuð covered call optiona þar. Naked call. En gaman að minnist á call optiona. Þegar við vorum að velta vöngum yfir því
hvenær ég hafði talað Nvidia fyrst í síðasta þætti sko. Já, var það ekki í júní í fyrra? Það var í júní í fyrra sko. og ég skoðaði einmitt samtalið sem við áttum hérna, ég hlustaði á þáttinn á þetta samtal og þá talaði að ég myndi kannski ekki fara í naked call option á þetta en ég myndi klálega vera langur. Já. Þannig að ég í rauninni mælti með kaupum hérna, sagði meðal annars það margt vitlausara en að leggjast þungur núna á Nvidia til frambúðar. Já, og það hefur þrefaldast í virði síðan, ég sagði þetta. Þannig að segið svo að við séum ekki farsælir fjármálaráðgjafar hér í pingjunni. Já. En það sem ég ætla hins vegar að koma inn á er að það er svo sem viðbúið að þegar fyrirtæki nær svona skjótum uppgangi að sveiplist sko. En núna nýlega lækkuðu bréfin 16% þess að á þriðjudag höfðu lækkað 16% frá hápunktunum sem við tölum í síðustu viku sem nemur $550 milljörðum þú veist, lækkun á markaðsvirði og þetta er náttúrulega svakalegar upphæðir en það hefur eitthvað að jafna sig núna halda ekki toppsætinu lengur að vísu en ástæðan fyrir þessari lækkun núna er vegna þess að stofnandinn og núverandi framkvæmdastjóri Jensen Huang seldi bréf fyrir $95 milljónir sem eru 13 milljarðar íslenskra króna. Er hann farin að sitja í eigin vasa? Já, sko, en málið helvítis karfurinn. Það kemur mér samt og óvart að bréfin sé að sveifla svona ótrúlega við þetta síðan vegna þess að hann gaf út sko í mars gaf hann út svona söluáætlun á sín megin bréfum. Þannig að þetta er alveg mjög transparent sko. Og þetta er svona filing 10B51 sale plan eitthvað þannig að þú veist nákvæmlega söluplani hans basically sko svo maður hefði haldið að markaðurinn væri búinn svona viðbúinn þessu, væri búinn að prísa þetta inn en þú veist svo er samt bara svo margt sem triggerast þegar þetta actually gerist svo ég er hérna það sem hefur náttúrulega gerst þessi hækkun hefur verið svo ótrúlega mikil hefur undanfarið þannig að stokkurinn er mjög svona næmur fyrir öllu svona sko. Ég er hérna að nota einhverja þjónustu erlendi sem heitir Simply Wall Street og þetta er miklu meira gert úr þessu í Bandaríkjunum þannig að þú ert að trakka insider selling og ég fæ bara notification fyrir ákveðna stokka það er bara hérna significant insider selling það ætti að vera að triggera mig heyrðu ok, hérna framkvæmdastjórnin er að dömpa nú ætti ég að fara að selja og maður svona grunar að þetta sé bara triggerast núna þótt þetta liggi fyrir sko. Verði bara svona hype skilur svo náttúrulega annað það liggja svo ógeðslega margir aðri faktorar að baki líka hérna eins og sé búið að hækka rosalega síðustu vikur sko þannig að þetta var svo sem viðbúið eins og sé stokkurinn er næmur en kallinn er svo sem að gera held ég bara ágætis viðskipti þarna þú veist, þetta klassíska að selja á toppnum innan gæsalappa við vitum ekkert hvað svo hátt þetta fer en hann er allan að selja þetta á góðu P/E-ratio sko. Hann er líka hann er að verða vinsæll núna fyrir myndbönd og annað svona quotes, miklu meira að tekja eftir honum það sem hann er basically bara hrauna yfir meðvirknina sem getur verið í samfélaginu bara leggja harðar að ykkur þetta á ekki að vera auðvelt. Nei, ég sá eitthvað að vídeo á honum hann vinnur frá það hann vaknar hann fyrir að sofa 7 daga vikunar engin sérstök fyrirmynd kannski fyrir fjölskyldumannin en þú veist þetta er að þér virðist það sem þarf til að komast á toppinn og það þekki nú fleiri Jeff Bezos og hérna Elon Musk sem að hafa prítsað svipað en maður veldi fyrir sem með Elon Musk það eru til svona 5.000 viðtöl við mannin þú veist hvernig hefur hann tíma fyrir þetta allt? Hann er alltaf í viðtölum og chilla með einhverjum blaðamönnum og það er góð punktur. Ég menn hann er búin að hitta Miley svona 6 sinnum. Já, þú veist, alltaf í einhverjum opinberum erindagjörðum þarna. Hann er alveg plott með það. Mér skilst að Argentína har einhverja stærstu byrðir á nikkel í heiminum sem eru hérna fyrir rafbjölna þannig að það geti verið eitthvað dýbra heldur en að þeir séu bara eitthvað að chilla saman sko, herru er það nikkelega kopar sem er hvernig er ég að gleyma ég glemd að skrása frétt hjá mér en fyrsta skipti í 30 ár sem var ekki verðbólga það er ekki verðbólga í Argentínu ég skil ekki hvernig ég klikkaði að undirbúa þetta en þú veist, þá komum við með þetta bara svona í blitzi hérna hann náði líka held ég í gegn þingið að selja 8 ríkisfyrirtæki hann lagði upp með 32 en sósíalistennir hann er náttúrulega alveg tjúlaðir og hann er á leikvelli frjálsíkjunar en það sem er að gera samt núna sko að það sem er að gerast er að þetta er vísitala neysluverðs þú veist, það í landi er ekki að hækka milli mánaða
Já, þannig og þú veist, en sem annually í fyrsta skipti í 30 ár Já, en annually verðbólgan enn 250 Já En ég meina, þú sér það bara, þú veist, þetta tekur tíma bara eins og með verðbólguna þetta bombast ekkert niður á einu mánuði þetta 12 mánaða trakk og þetta er erfiðu djöfullega við ég hef ekki alveg áræðanlegar heimildir það fer mér illa að vera að leita svona í beinni en ég sá frétt það sem var talað þú ert vandaðari Já, ég er vandaðari, sko ég kasta kannski ekki svona fram eins og einn gerir Excuse me sir, did you say EV or EBIT or EBIT or EBIT? Takk fyrir það Settur á vitlaust Nei, ég ætlaði bara að gera það Já, langt sér ekki þennan En en það eru merkilega hlutir að gerast þannig í Argentínu við verðum með fréttir af því þegar framleiða stundir, það er ekki spurning Mælei menn En þú ert með einhverju umfjöllun með bíó, segirðu Já nýsköpun og öryggi í búði Origo Já og ég spyr mig, farið að rigna í bíó það er bara sama og Origo spyr sig reyndar langar okkur að koma inn á það að það hefur aldrei verið mikilvægara öryggisráðgjöf í búði Origo og bara fyrir alla sem hafa fylgst með fréttum undanfarna viku og náðu ekki að fylgjast með fréttum á MBL á sunnudaginn Þetta er bara raunveruleg ógn, það eru rússar og mér er illa við að vera auglýsa eitthvað svona ógnarstjórnun eða annað en við vorum með að plana í dag Origo er góð í öryggi, svo þú getur einbetri að þið vera góður í einhverju öðru Það er hægt að fara þarna og fá þjónustu svo sem varning gegn árásun Það er hægt að vakta alla virkni í þínum tölvukerfum og eitt í þessu sem að bara skiptir gífulegu máli það er að taka afrit á öllum gögnum reglulega þannig að þú veist, þegar þú dettur út og lendir í einhverju bulli að þá eigir þú veist að geta bara stokki strax aftur á sama stað og vast fyrir þannig að þetta er gríðarlega mikilvægt fyrir stærri fyrirtæki sem eru með viðkvæmur upplýsingar viðskiptavinu og annað það ættu bara allir sem eru með fyrirtæki sem einhverju veltir og skiptir máli í dag að vera heyri í Origo núna og eins og segi, mér er illa við að vera í einhver svona ógnarstjórnun en ógnin er raunveruleg við sáum það einhverju gengur svo langt að kalla þetta hryðjuverk Já, ég meina, er þetta eitthvað annað er þetta þjófnaður? Já, ég skal ekki segja Þetta er kúun Já, þetta er ógn við lýðræði, það er ekki spurning Þannig að það skiptir máli að fara að huga þessum málum við erum öll undir árás eins og staðan er í dag Þannig að Origo stendur fyrir nýsköpun og öryggi Þetta er svartur þannig að morgunin Já, langaði að koma því að Nei, þess vegna, því að þau eru nýsköpun og öryggi Origo, nýsköpun og öryggi þá langar mig að taka nýsköpunar aspekti líka og svona varpa mynda á hvað þau standa fyrir og ég ætla að spóla einhver 70 ára aftur í tíman Já Það voru upp á 1950 sem að B-myndakóngurinn William Castle B-myndakóngurinn William Castle byrjaði að setja víbrandi tæki í sæti í kvikmyndahúsum til að auka upplifun áhörunda Hefur heyrt af þessu? Já, ok Ég veit að þú vilt fá annan víbring í þín sæti Ég veit alveg, sko, ég vissi alveg hvert þú var að fara með þetta Ég veit hvaða víbring þú vilt Þetta er ekki þannig víbringur Það fyrir með kaldur svíti, þetta bara þegar ég heyrði tala um þetta Þetta var þannig að sæti voru að hristast og fleira í takt við það sem er að gerast í myndinni Já, þetta er svona í anda svona 70 eitthvað bíóa Þetta er 4DX En vandamáli var að William Castle tókst aldrei að gera þetta mainstream þar að segja komast í stærstu og bestu myndirnar í Hollywood og því miður var þetta svona freka misefna fyrir vikið hjá honum allána stærstu myndirnar sem að hann náði inn var Smellovation og Aromarama sem eru myndir sem þú mátt googla komst ekki alveg á flug ef við hraðspólum núna til ásins 2024 Furiosa A Mad Max Saga var með verstu memorial helgi frumsýningu hérna í maí þar að segja Komst þannig í Mad Max mynd Nei, ég bara, núna er ég að framspóla 70 ár fram í tíman og segja hvað hann stödd í dag Hefur ekki heyrt um þessa mynd? Furiosa, Mad Max Saga Memorial Day Weekend er stór svona bíóhelgi í Bandaríkjunum sögulega séð og frumsýningin á henni var svo versta versta hérna Box Day Office, hvað sem þetta heitir sögunni fyrir utan 2020, bara út af COVID Af hverju spurðu sumir sig? Jú, fólk er vist orðið meira pikkja á því hvað fyrir að sjá í bíó myndin, það var alltaf verið að fresta hérna komu hennar þannig að þú veist, fólk var orðið bara eitthvað svona að rugla með skipulagninguna og sagt bara, horfðu bara á þetta kemur á Netflix og það var vist út af einhverjum verkföllum held ég hérna hjá handritshöfundum og fleirum í Hollywood svo er það bara gamla góða streymið fólk er bara að fara að fíla meira að sitja heim í náttfötum
Ég degi nammi og pop og hérna myndirnar eru fyrr komnar inn í streymisveitur heldur var. Kemur á óvægt, þetta stórir sko leikarir í þessu. Chris Hemsworth og Anya Taylor sé. En þetta svona það sem gekar einn. Og hvað heitir á það? Eru brellurnar að koma aftur? Það heitir staður í Bandaríkjunum sem heitir CJ40 Plex America. Þeir eru með 4DX sali þar sem miðin kostar 1200 krónur meira en venjulegur. Minni með svolítið svipa á bara eins og luxusmiðin hérna heima, hann stýrari og fær pop og kók. En þessi salir bjóða upp á þarna semst þarna í Ameríkunni. Þetta bara 360 salur. Já, sætin titra, þau snúast og þau halla á meðan að myndin er í gangi í takt við hvernig myndin er hönnuð. Það eru djúvill langar með að prófa svona. Það eru effektar tengdir svona loftinu, atmosfírik effekt eins og heitir. Þeir eru snjór í myndinni og snjóvarinn í salnum, rignir, þoka, vindur, eldingar, hitabreytingar. Ég myndaði hvað það eru glóðþægilegt að vorta horfa mynd og það verða hitabreytingar salnum þess að þú byrjar að svitna með myndinni. Ég hef ekki viljað fara í Mordor með Fróða þá sko. Nei, það var fyrsta sem ég hugsaði var bara eitthvað svona glóðþægilegt að byrja bara allt í einu að vera ógeðslega heitt. Það komið lykt, þannig að þú finnur lykt líka. Og til dæmis þetta þessi hétt 70 bíó á Íslandi komið einhvern mann eða? Nei, þú veist, þetta var svona þú gast farið í 5 mínútna sýningu, skilur 5 mínútna? Og þá varstu með byssu og varstu að skjóta og eitthvað svona. Manstu ekki eftir þessu? Það er ekki bara einhver svona hermir eða? Jú, basically. Þetta er ekki það. Þetta er að horfa á bíómynd og það var kallað 70 bíó og svona. Herðu, taka dæmi hérna úr Furiosa í Bandaríkjunum, þá kemur alvöru þoka í salin, þeir eru einhverja sprengingar í myndinni og svona kemur svona reykur yfir. Sætin er að titra með hverjum árekstri og svo er svona verið að sprauta vatni eftir því sem að við á í einhverjum atriðum þar sem við myndum sprauta vatni. Í Wonka, sem er held ég nýjasta í franchisinum Willy Wonka, þá kemur lykt af súkkulaði á hverjum atriðum þegar hann er inn í verksmiðjunni. Þannig að þú færir svona súkkulaði lit. Sko, það eru 750 svona skjár í heiminum. Flestir í Evrópu og Asíu, en það eru 62 í Bandaríkjunum. Sama fyrirtækið er Regal Cinema sem fór á hausinn í COVID á 50. Og framkvæmdastjórinn þar segir að þetta verður stærsta ástæðan fyrir að fólk fer aftur að flykkja til bíó. Ég er ekki frá því, sko, ef þetta myndi koma á til Íslands. William Castle is back, baby. Where the fuck do I sign? Já, ég samla því. Hvað segir maður? Ég fór að spá út af því að ég nenni ekki að tala meira um þetta. Æra hans hefur uppreist. Já, út af því að þú veist, ég nenni ekki að tala meira um veltu tölur og annað. Er einhver íslensk eða erlend mynd sem þú hefði bara elskað að sjá í svona sal? Það sem þú varst bara, hver er ekki smá nálykt hérna þegar þú ert í kirkjugarði? Ég hefði fílað til dæmis Interstellar í þessu. Já, ég hef ekki séð hana. Já, en þú veist, hvað hefur fílað þar? Ég bara, þú veist, þú ert í geimnum og ert að fara á plánetur og svona, þú veist. Já, en þú veist, vantað þá einhver trist ekki salinn, eða? Já, til dæmis, þú veist, þegar þú varst á, Taka loft eitthvað. Taka loft þarna á plánetinu sem var full af vatni og... Já, hellistu við vatn og eitthvað svona. Já, það var enda, ég ætla að koma inn á það að Avatar, Way of Water er besta myndin sem, eða þú veist, svo sem hefur tekið mest tekjur úr svona. Já, þannig að Avatar er í boðið þannig. Já, 2022, þetta er ekkert alveg nýtt sko. En þú segir Interstellar, er það einhver íslenska eða? Nei, það er alltaf bara einhver þunglindi bændur út á landi sko. Ég hugsaði nefnilega strax, ekki þunglindi. Djúvill hefði verið geðveikt ef að Dalalíf hefði verið í svona. Fá bara alveg fjósalikt. Við erum bara í bíó. Love it. Já, love it. Fá bara skítinn. Hvaða lykt er þetta? Þá byrjar að koma fjósalikt inn í bíó. Og þú veist svona myndin af honum hérna, þetta er ekki Sigur Sigurjóns. Jó. Finnur svona smá áfengislykt af honum og þegar hann var fullur þarna. Það getur verið heldur gott. Svo henda beljónum út og svona aðeins stitra sætinn og... Hvaða íslenska mynd ætti svo sem að... Þetta er svo sem að falla hann undir, ég veit ekki. Blossi? Blossi? Já. Hvað er það? Er það mynd? Það er einhver mynd. Okay. Sódóma? Já, nei, þú veist, nei. Þú veist, hugsaður eins og í Sódóma. Bara skemmtistað, það er það eina sem að kannski myndi virka þar. Djöfblæjan. Þegar sorglegasta atriði, bara íslenskar kvikmyndasögu, þegar flugvélin krassar. Og hann dó. Já. Það var allt krassa. Hefði þú viljað vera, já. Já, þú veist, bara svona að sitja. Ég man þetta ekki að langt séði síðan. Nó, þessi, ég held þetta Dalalíf, en krakka minni, þeir eru það, nýsköpun, það er að fara til Origo, öryggi, það er að fara til Origo. Svo alltaf þú ekki að byrtin á Deep Into Pingjan klippuna Origo, svo þú klipptir út síðast þetta. Mér langar svolítið að koma inn að... Já, við þurfum að koma inn að það síðan. Við erum með einn blooper. Þú verður að skrifa hjá þér þá dagsetninguna á þessu. Það var á smá blooper. Það var 20 og... Var ekki fyrsti?
2001. júní skrifa það hjá þér, þá get ég pay me bitch. Heyrðu, erum við ekki bara að vera að gegja þér? Já, sko, mér langaði samt líka að koma inn á kannski bara óska til hamingju að það enski boltinn rétturinn, hann kominn yfir til sín samkvæmt tilkynningu enski boltinn har á leiðin á Stöð 2 og sko í raunin á þar næsta tímabili, ekki næsta að tryggja sér réttin hérna frá 2025 til 2028 og þetta náttúrulega ekki ókeipis það eru 3 milljarðar króna sem að Síminn kaupir þetta á hérna fyrir árin 2022 til 2025 milljarður hvert tímabil, kaupverðið ekki gefið upp fyrir þetta ár en það sem ég langaði að fjalla þetta útboðsferli og þetta útboðsferli náttúrulega gríðarlega strangt og getur farið í nokkrar umferðir og þetta fór í 3 umferðir 2021 Já, það var aðeins meiri hasar í kringum þetta þá Já, það var mikil hasar og sko það eru dæmin það að þú veist fyrirtækin, Síminn og Sín og þú veist, ég veit ekki nákvæmlega spesifik hvaða fyrirtæki en ég hef heyrt dæmi það að sé verið að kaupa inn ráðgjöf bara ráðgjafa til að leiða þessar viðræður sko Þetta þannig fjárfesting að ég myndi, þú veist, kannski eðlilega að þeirra svona fjárhæði liggi undir að keypta ráðgjöf en þú veist það eru sérfræðingar sem sérhæfa sig í bara enska boltanum, bara sjónvarpsrétti og veita ráðgjöf og þetta útboðsferli þannig sko, þú veist, það fyrsta umferð og ef að munurinn á tilboðum sem sagt innan 10% þá fer útboðið sem sagt í aðra umferð þannig að þú veist eins og árið 2021 þá fór þetta í 3 umferðir þannig að tilboðin voru það nálagt hvort öðru í öllum þessum í þessum 2 umferðum þannig að það þurfti að fara í þessa 3. umferð þessi segir okkur það að Síminn hefur keypt í 3. umferð þarna 2021 fyrir meira eða þú veist hefur boðið meira en 10% í síðustu umferðinni heldur en samkeppnisaðilar og það var Viaplay og Sín þá þannig að og maður veltir þessu fyrir sér sko þetta þú veist, hvað finnst okkur svona? Þetta ekki bara gott fyrir seljanda? Jú, þetta snýst bara að hámarka virði útboðshafans Þetta er gott fyrir seljanda en þú veist, maður bara svona mér finnst þetta svo pirrandi fyrirkomulag þetta getur við yfirfært yfir á fasteignir ef þetta væri svona, og að bjóða í fasteign Já, en ég meina þetta getur þetta farið á hinvegin líka ekki verðið að lækka núna til dæmis frá síðasta útboði Jú, þú veist, ég hef ekki séð hefur séð kaupverð, gefið upp Nei, en bara það sem var að vera slúrum þetta var að það væri lægra verð sem að borga núna heldur en síðast Já En það náttúrulega lendi Síminn í einhverja hafari með heildsöluna og þessu og hafa svona svolítið rjóminn tekin úr þegar að þeir þurftu að fara að selja Ég mandi ekki alveg þeir þurftu að selja, ég held að Nova hafi stokkið inn og náða að kaupa sérst bara eiginlega réttina því áframselja þetta á einhverju heildsöluverði þannig að þeir þurftu að taka á sig skuldbindinguna að kaupa þetta fyrir allan peningin en gátu bara áframselja þetta á þess að gera nokkuð skapaðan hlut þannig að þú veist, það er alveg eðlilegt að það hafi eitthvað aðeins lækkað meðan við hvernig þetta en svo heyrir maður líka bara að það er búið að stilla okkur Íslendingunum upp við vekk þetta ekki alveg svona þannig að það þannig ef að Síminn hefur til dæmis verið með milljarð króna tilboð segjum bara 3 þá hefur Sín þurft að vera með lágmark 3,3 til að tryggja sér réttin án þess að fara í aðra umferð sko. Já, þeir hafa þurft að fara þeimun hærra yfir 10% yfir sko. Þannig að þetta er svona dálítið sérstakt ferli það er óætt að segja það en gott fyrir seljanda eins og bendir á auðvitað en svo velti maður fyrir sér hvað myndi fólk segja ef að þetta væri í gangi á fasteignamarkaði það er bara svona, nei, þú verður að bjóða 10% hærra en næsta tilbúð annars fyrir þetta bara í næstu umferð þú veist, það er margar svona Ég meina, það er engin neittur til að taka þátt í þessu þetta í rauninni bara verðmyndun hún gerð svona og svo það ekkert gefið að þetta mun alltaf hækka þannig að þú veist Það eru nú margar óprútnar leiðirnar farnar í söluferli á svona fasteignum sko en ég held að þetta væri nú ekki til að bæti þar En svo náttúrulega bara sama, ég meina þetta ferli maður nú allan anskotanum þessi útboðsferli á ríkinu sko Já, svo er það heilan þátt að fara yfir Skulum nú ekki fara að byrja á því hér ég held útboðsviðin þar held að við séum nú bara
Ég held að við séum bara hérna Tæmdir í dag Ég vil benda á að ég var að gefa út lag í dag kannski koma því á framfæri Getur þú spilað það núna? Nei Sett á smá Við erum ekki komin með það hérna inn á Spotify Þið getur farið inn á Spotify, tjekkað á því Þið fóru bara heitir frá 0 upp í 100 Maður verður gamall þegar maður hættir að leika sér Það er mín skilaboð inn í þessa helgi Eða bara góða helgi Yndislega helgi Það ekki, fara hratt, jável í gleðina dyr þar Já, brjóta eins marga glugga að þú getið Nei, hérna ég átti við Nei, já, ég held að þetta ekki að brúta Það búið að vera að brjóta glugga hérna í Garðabæ Þetta bara alvarlegt ég vil ekki Ég sem íbúið Garðabæ Ég átti við glerveggi, þú veist þar sem þú ert fullur að lappa á gler Ertu að tala um að kasta steinum úr glerhúsi? Já, það er leiðilegt, það er einhverju krakkar stundu þetta Ég átti ekki við þetta Ekki vera að kasta steinum úr glerhúsi helgina, kæru hlustendur Við þökkum fyrir Já, bæ